Ég ætla að elda kjötsúpu, en kjötsúpa inniheldur ekki bara kjöt. Hún er auðvitað pakkuð af grænmeti. Og súpur sem þessar eru auðvitað gerðar í nokkrum þrepum og ég ætla að byrja því að útbúa grunninn, en hann er voðalega einfaldur. Þetta er eitthvað sem maður kaupir út í búð, eða sumir kaupa út í búð, það sem kallast súpujurtirnar. Hérna erum við auðvitað með þær ferskar. Ég ætla að byrja að saxa niður þessar radísur sem er ekki hefðbundin í súpugrunn, en við ætlum að leyfa okkur að nota þær líka. Ég ætla bara að skera þær gróflega niður þannig að það sjáist í súpunni þegar við berum hana fram. En ég er líka með lauk auðvitað, ég er með púrru og ég er með hvítlauk og venjulega myndi maður líka nota gulrætur, en þær ætla ég að setja í bara síðustu 30 mínútur eldunni því ég vil að þær séu heilar, að fólk fái fallega gulrót á diskinn á svona öllu hinum hráefnum sem eiga að skína í gegnum súpuna. Ég ætla að koma pottinum á hlóðurnar, þetta er alltaf að fara að gerast. Það er auðvitað eins með þessa uppskrift eins og svo margar að þær byrja með smjöri. Þá snörum við þessu bara út í, radísurnar, laukurinn, þetta er heill laukur, púrran og hvítlaukur. Þannig er ég strax farin að brjóta reglurnar íslenska kjötsúpu. Hvítlaukur er alla jafna ekki að finna í súpunni, en mér finnst bara lífið betra með hvítlauk. Og við ætlum að sækja sætuna sem er að finna í púrrunni og lauknum og hvítlauknum og radísunni. Það setja smá salt, pipar fylgir alltaf í kaupauti. En það sem við finnum núna er að sæti ilmurinn er farin að koma að grænmetinu og við viljum ekki missa það, þannig að við ætlum að kippa grænmetinu örstutta stund til hliðar á meðan við brúnum kjötið. Og við bara tökum bitana og leggjum það í pottinn og við heyrum það hvæsir aðeins og það skiptir máli að við pössum okkur að setja ekki of mikið af kjöti í senn. Við viljum alls ekki að kjötsafinn sem núna losnar út að hann fara að sjóða kjöti. Við viljum það brúnist. Það er önnur vídd af bragði. Núna er kjötið búið að taka á sig smá lit, þannig að við getum skverað grænmetinu saman við. Og nú ætla ég bara að blanda þessu vel saman, þannig að kjötið og grænmetið knúsi hvort annar. Vel og rækilega. Svo er það bara vatn. Ég var nú pínlítið skeptískur að nota tómata, en við ætla að skera það bara niður, bara gróflega. Grænmetið, kartöflurnar, paprikan, tómatarnir og grænkálið. Það þarf ekkert nema hálftíma. Og að lokum, þá er ég með hérna perlubygg. Perlubygg er frábrugðið bara venjulegu byggja, það er búið að slípa það niður. Þannig að þegar það þenst út í súpunni, þá myndar þessar litlu fallegu kúlur. Ef þetta er ekki girnilegt, þá veit ég ekki hvað. Og eins og alltaf, þá þurfum við að kissa þessa súpu varlega með smávegis af salt og pipar til viðbótar. Núna þarf grænmetið ekki nema svona 20-30 mínútur til viðbótar af suðu. Þessi kjötsúpa fór eiginlega í allt aðrar áttir en ég hafði upprunalega hugsað mér. Og það var augljóst að það er vel hægt að gera frábæra kjötsúpu með tómötum og paprikum og chili. Þetta er eiginlega ný klassík.